Jæja, komið þið sæl og velkomin aftur á rásina mína. Hérna ætla ég að sýna ykkur myndir frá ferðalagi sem við fórum í júlí núna 2020. Þetta var aðalega að hugsa fyrir mig og minni fjölskyldu. Síðan ákvað ég bara að búa til úr þessu og leyfa öllum að sjá, kannski fáið hugmyndir einhverju. Leyfið textunum hérna enska að rúlla. Hérna byrjum við Borgarnesi. Við fórum þetta var svona skyndihugmynd að fara, þetta tekið við Blönduós. Og yndislega fallegt sólsetur þar og gistum þar á Hótel Blöndu. Hérna er gamla kirkjan á Blönduósi. Og sést aðeins í hótelið þarna, Blöndu, bláa. Blöndubrúin sem allir keyra yfir. Síðan var það sem merkilegt sem við gerðum að við fórum niður þessari brú sem ég er búinn að keyra fram í rosalega oft á Öxnadalsheiðinni. Ég mun búa til vídeo sérstaklega það. Þetta var mikið afrek að komast þarna niður. Þetta var ansi bratt og mikið. En við vorum í 10 daga í ferð norðurhluta landsins. Þetta er Reynilitli. Og pabbi minn sem er 72 ára, hann kom síðan eftir að við vorum búin að vera 4 daga þarna og þarna er húsið sem við vorum í. Rétt við Reyki í Þingeyjarsveit. Þetta er í Daladýr í Fnjóskadal. Virkilega flottur dýragarður og ég mæli með að allir kíki þangað. Það er mikið dýrana og mjög skemmtilegt inni leiksvæði þar sem heyið var, sem krakkarna voru að hérna leika sér. Allir að halda á þessari fallegu geit. Þetta er kona mín. Þetta er Unarós. Þetta er Reynir. Telmögn. Og svo ég Gísli. Þessi litlu sæti refir voru þarna. Við erum búin að gera þetta reglulega síðustu 4 árin. Við erum búin að ferðast, taka alltaf einu svona stórt ferðalag Ísland. Og ég mun búa til fleiri myndbönd það. Þetta er svona mest svona hugsa fyrir mig og mína fjölskyldu, en það er aðrir sem hafa gaman að sjá þetta. Við pröfum að spila golf. Það gekk svona upp og ofan. Það var mjög skemmtilegu golfvöllar hann á Laugum, 6 holu golfvöllur. Mjög vel hugsað hann var pínu erfur því að það var ansið mikið að djúpu grasi hérna á endan. Svo rúlum við til Grenivíkur. Þetta er vegur sem ég langar til rekturinn að keyra, klára að keyra hann út. Og þetta er á sem heitir Grenjá. Það er endur ekki þessi á. Þetta er þessi hér. Þetta er tekið nálægt Grenivík. Þetta er á brúnni yfir Fnjóská, gamla brúin. Og hérna sést að sem mikið snjór í fjöllunum. Þetta er pabbi minn. Þarna koma til okkur. Þarna erum við að Höfða í Mývatn. Virkilega gaman að labba þarna Það var pínu vindur þarna og nokkuð kalt. Við vorum að labba þarna Hérna Reynir Auna. Pabbi. Og Reynir og Reynir. Þeir heita báðir Reynir. Svo tók Telma myndavél og hún tók þessa mynd og þessa hér, mjög flott hjá henni. Og hérna er Telma, fallet útsinni í baksinni yfir Dimmuborgina á Mývatn. Hérna sést aðeins í hluta Mývatns. Skemmtilegt þetta umferðarskilti inn í Dimmuborgum. Þetta er inn í Dimmuborgum, við löpum hérna smá spör þar. Það var ekki mikið af fólki hérna, eins og er yfirleitt hérna. Og mest bara Íslendingar sem voru hérna. Við þetta, það má alveg segja að ég hef alist upp við þetta ferðast landið. Hérna erum við í Grjótagjá. Rosa gaman að labba hérna niður. Hlýtt og nóturlegt og vatn er ótrúlega fallegt. Það reynum við endilega að fara hérna niður og taka myndir. Þetta er Námaskarði og þarna var ansi mikil gufa sem allir höfðu gaman að labba í gegn. Ég er eiginlega búinn að alast upp við það að ferðast svona landið. Búinn að sigla 3 sinnum hringinn í kringum landið.
og búinn að keyra hátt í 60 hringferðir landið. Þetta er leiðin upp í Kröflu og þetta er heitt vatn sem kemur úr þessu og krakkarnir vildi náttúrulega endilega labba í gegnum þetta. Það rennur alla sólarhringi, alla daga ársins. Það var klósett þarna tíma. Þetta er Laxárvirkjunar, ég hef með búið til sérstakt vídeo það. Það eru 3 virkjanir, Laxárvirkjun 1, 2 og 3. Það var mjög gaman að fara og skoða þetta. Þetta er virkilega fallegt svæði. Hérna eru bílanir, pabbi á jeppanum og ég á reynauðunum. Þetta er á Húsavík. Unnur vildi endilega fara hans að fíflast. Þetta er í Ásbyrgi. Mjög glæsilegt að fara þangað. Virkilega fallegu staður. Þetta er öll Telma, Reynir og Una. Og þetta er upp á hæðsta punktur sem hægt er að labba á. Þannig að sést upp með klettunum. Þetta er alveg glæsilegur staður og hljóðið þarna er alveg rosalegt. Þegar maður öskrar, þá alveg glymur í öllum klettum, hann óbúslega mikið bergmál. Þetta bjarg hérna er á leiðinni út í Ásbyrgi. Mjög flott útsýni þetta er 60 metra hátt. Þetta er Gí og Sía í Húsavík, þetta er sjáarböðin, við fórum þangað. Ég mæli alveg hiklaust með þessu. Æðislegt útsýni þarna. Þetta er Dettifoss. Alveg ótrúlegt að sjá þetta. Kötturinn eitthvað hérna hangaði výrnum hérna hjá mér. Það var ótrúlegt að vera hérna við þetta, finna kraftin á fossinum. Með þess að pabbi labbaði alla þessa leið. Rosalega duglegur á honum, stoltur á honum. Þetta er upp á útsýnispallinum. Nýr útsýnispallur hérna. Þetta eru myndir frá pabba. Hann fór ekki þetta niður, en tók þessar myndir á að verða. Það sést mjög vel krafturinn og samburðið okkar. Þetta er við Selfoss, mér þykir rosalega vænt þessa mynd. Þetta er Víti fyrir ofan Kröflu. Það er ennþá snjór hana, þótt þetta ekki í júlí. Þetta eru hitaveitulegnir undir Kröflu. Ég bað pabbi að keyra hann undir. Og svo við Lauga, þar var mjög skemmtilegt íþróttasvæði og krakkarnir myndi endilega fara að leika sér, hlaupa og hoppa og skoppa. Voru ykkur yfirvildu það hver ætti að vera í fyrsta sæti. Þannig að enda bara allir verið í fyrsta sæti. Kötturinn minn eitthvað hérna að leika sér. Þetta er svona. Ég tók nú ekkert á þessu stökku. Ég er ekki góður í að hoppa svona. Þeim fannst þetta voðalega gaman. Ég reyndi mig þó í kringlukasti. Telma elskar hesta og var mikið hestum að það svo gætt klappað. Þetta er við Goðafoss, glæsilega aðstæður sem búið að gera, báðum með í ána. En þessi litur svona bara vaða ofan í ána. Ninnir þjóðuður 1 brúin yfir Skjálfandafljót og við löpum yfir gömlu brúna sem er í dag bara göngubrú yfir ána. Hérna erum við frá hann Akureyri, pabbi að mynda Akureyri. Þetta er fossið Mígandi, virkilega hár foss og var gaman að mynda betur. Þetta eru Múlagöng, leiðin til Ólafsfjarðar. Þau eru einbreið með útskotum. Þetta er Héðinsfjörðurinn. Þetta er yfirleitt loka á veturna. Þetta er Siglufjarðarkirkja. Alltaf gaman að koma í Siglufjörðin. Þannig að skemmtilega þokan hana. Þetta er inn í Strákagöngum. Og þessi var að hjóla í göngunum. Þetta er Málmey í Skagafirðinum. Svo fórum við á bílasafni í Stóragerði. Þetta er bíllinn sem afi pappa flutt inn. Þessi Toyota vakti mikla athygli mína. 300 hestafla vél og ofboðslega mikið hljóðkerfi í bílnum. Það er nú til að reyni litla á mótorhjóli. Ég var nú til að heyra í þessu hljóðkerfi. Það er mjög flottir bílar í Stóragerði. Ég mæli endilega með að ég farið að skoða þetta. Og svo endar þetta á því að
Við gistum á staði sem heitir Bessastaðir í Hrútafirðinum sem bóndabær. Virkilega gaman að vera þar og krakkarnir fengu þar að vera í kringum hestana og kýrnar og þarna var hundur og köttur og bara virkilega flottur staður og gaman að vera hana. Þetta er í Hrútafirðinum, fáu kannski sem vita af þessum stað. En annars, ef þið eru búin að horfa allar þessu leið og þakka þér kærlega fyrir áhorfið. Kötturinn minn hérna horfir á mig og svo bara eins og alltaf ítið bara á áskrift og það mun koma meira efni. Takk kærlega fyrir.